Já, komið sæl og velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér er Inga Dóra Guðmundsdóttir. Hún er baráttukona frá Íslandi og Grænlandi en þar hefur hún búið frá árinu 1984 og látið til sín taka í fjölmiðlum og stjórnmálum og svona hinu ýmsa. Inga Dóra, vertu velkomin. Takk fyrir. Hvernig nú voru stórar kosningar og mikilvægar í Grænlandi og úrslitin, komu þau þér á óvart? Já, ég held að koma öllum á óvart meira að minna. Meira að segja flokknum sem vann alveg rosalegan sigur í gær. Reynda 2 flokkar sko. Þannig að þetta kom mjög á óvart hversu stór fylgi þessi flokkur Democratic og hann er orðaður í gærkvöldi og það var, ég vænti þess náttúrulega að það væri auki fylgi hjá Nalaraq sem fyrir sjálfstæði, hraðar í sjálfstæðisferli en þessi rosalega mikil aukning á fylginu koma óvart hjá öllum. Já, nú hef ég einhvers staðar lasið að það væri svona lélegt kjörgengi á Grænlandi. Var fólk að mæta til kosninga núna í þetta skipti? Já, þetta kjörsóknin var rosalega flott miðað við kosningar alveg almennt síðan fengu sjálfstjórn 2009. Þannig að þetta var upp í 71% tæft. Og það nú hátt með við hvernig þetta var í síðustu kosning sem var 65%. Og enda fann maður þetta líka, bara í Nuuk til dæmis, þar sem ég var í gær upp í Íþróttahöll. Og aldrei séð svona marga í einu fara á kjörstað og það voru biðraðar alveg fram út á vegi, inn úr húsinu og út. Og enda sá ég að frá að vera 61%, reynda 61% í 2021, þá var kosningakjörsóknin 70% í gær, í Nuuk bara. Já, þannig að það töluverður munur og það er greinlegt að þetta er eitthvað sem skiptir íbúa Grænlands máli. En hvaða þýðingu hafa þessi úrslit fyrir fólkið í landinu? Það svolítið snemmt að spá það, hvaða kemur svona alveg út úr þessum kosningum eins og formaður demókratana. Þetta er fyrsta skipti, þetta er sögulegur viðburður að líberalflokkur, blár flokkur eins og við köllum það hérna, fær umboðið til að mynda ríkisstjórn. Þannig að það í sjálfu sér er mikið að segja og svo eru stjórnarandstæðaflokkarnir búin að vera stjórnarandstöðu 4 ár eða tæpt fyrir Nalaraq 3 ár en fyrir demókratana 4. Þannig að maður getur sagt að núna er það þeirra stóra vinna að byrja með að reyna að mynda ríkisstjórn með, það fer bara eftir hvernig það gengur og það mun taka smá tíma býst ég við. Þannig að það er rossnefnt að segja. En ég kannski bætti við að þessi flokkur er tiltölulega nýr, ég held að hann hefur verið stofnaður 2005 ef ég minni rétt, en hann er stofnaður af manni sem var í Siumut og kom svona klopningur í flokknum úr einni fylkingunni. Þinn flokkur er það ekki, það er Siumut, þú tilheyrir? Já, ég er búin að vera í Siumut-flokknum, en ég er ekki í honum í dag, eins og maður segir. En ég get sagt ykkur að það er allavega Siumut og IA, þessi stóru hefðbundnu flokkar eru búin að vera skiptast á að leiða ríkisstjórnir alveg frá við fengum heimastjórn 1979. Þannig að þetta er fyrsta skiptið sem fyrir hægri flokkur fær umboðið. Já, og nú er mikið talað Trump og ég ímynda mér að Grænlendingum hafi mörgum brugði við þegar að Trump svona lýsti yfir, ekki bara áhuga, heldur tilætlunum hreinlega að ná til sín Grænlandi og svona undir Bandaríkin með hverju sem það kostaði. Hvað í þessu samhengi, kosningana, hvernig horfir þetta við þér? Er þetta til dæmis flokkur sem er líklegur til þess að vinna með Trump eða slíta sig frá Dönum eða hvað boða þeir? Mér finnst skilaboðin mjög skýr frá fólkinu
sem kaus í gær. Það vill ennþá vera í þessu svokallaða ríkjasambandi. Þótt að við séum ekki sjálfstætt ríki í þessu sambandi, þá þetta orð ríksfellesskapið. Og þetta skýr skilaboð að þessi meirihluti að fólk vill stöðugleika, þar að segja það vill sjálfstæði en í passandi svona tempói, eins og maður myndi kalla það, meðan hinn flokkurinn sem fékk líka rosa flotta kosningur í gær meira fyrir hröðuferli. Þannig að maður getur sagt að þetta rosalega mikið svolítið klofningur í tvo hluta, ytri hlutana, þannig að hefðbundu flokkarnir sem á miðjunni hafa náttúrulega mist marga þingmenn á þingi, en þessi tveir og þessi sem vann kosningarnir í gær miklu meira fyrir svona hefðbundnari leið að vera í betri ferli með ríkisstjórn í Danmörku í samtali við Danmörk, en hann alveg líka á þeim nótum eins og allir hinir flokkarnir hafa verið, að það verður að gera breytingar innan ríksfellesskapið. Og gagnvart Bandaríkjunum þá skilaboðin líka svona skýr, eins og allir flokkarnir hafa verið að senda þessi skilaboð til Bandaríkjana að við erum ekki til sölu en við erum alveg til að tala við, en talið við okkur beint, og það þessi flokkur náttúrulega líka búin að vera að senda út skilaboð. Þannig að þetta mjög svona svolítið erfitt að lesa inn í hvernig þetta þá verður algjörlega, en þetta skýr skilaboð að maður vill svona stöðuleika ríkjasamband og kannski setur þetta svolítið pásu á þessi samræður ferlið, sjálfstæðisferlið. Já, en hvernig svona stemningin það nú bara laust eftir hádegi hjá þér þarna akkurat í þessu samtali, en hvernig svona þín tilfinning, hver stemningin á meðal landsmanna svona eftir kosningar? Já, hún bara, það allir eru spenntir fyrir þessi nýju mynd sem að koma og allir eru svona spekulera í hvað gera hinir flokkarnir, hvernig hægt að mynda ríkisstjórn með hvað flokkum og hverju geta unnið saman, og það svona mikið verið að pæla í því núna. Og svo náttúrulega líka flokkarnir sem töpuðu fylgi í gær, sérstaklega Siumut og IA, þeir eru náttúrulega líka í einhverju ferli núna, og ég veit að allavega núna þegar við erum að tala að stjórnin, miðstjórn, eins og maður kannski hovedbestyrelsen á dönsku, ég veit ekki hvað það heitir á íslensku, en allavega stjórn flokksins að funda núna. Að því í gær þegar flokksformennirnir komu inn í stúdíu í sjónvarpinu, þá gaf Erik Jensen sem formaður Siumut flokksins sína yfirlýsingu að hann tekur fulla ábyrgð á þessu tapi, og þannig að það verður spennandi að sjá hvað kemur út úr því líka. Heldur hann segja af sér þá, eða voru það skilaboðin? Já, hann var alveg tilbúinn í að segja, ég tek alveg ábyrgð á þessu lokatölum og þess vegna líka mögulegt að ég dregi mig tilbaka. En hann vil náttúrulega vita hvernig flokkurinn lítur á þetta, og þeir náttúrulega að greina í þetta betur, núna býst ég við. En það þessi mikla kjörsókn og ykkur sérstök ástæða fyrir því svona að þínu mati, hvers vegna í ósköpunum sótti fólk svona hart í að kjósa í þetta sinn? Já, ég meina, við höfum aldrei nokkuð tíman séð svona marga fjölmiðla á Grænlandi í tengslu við kosningar, aldrei. Og ég get nú bara nefnt það sem dæmi að meira segja ríkissjónvarpið í Danmörku og Stöð 2 hafa verið virkilega virk núna bara síðustu mánuði eftir að allt þetta fór í gang með Bandaríkjaforsetanum sínar yfirlýsingar við blaðamenn til að byrja með, að hann hafði áhuga á Grænlandi, og svo kemur hann á ræðustól og gefur þessa yfirlýsingu að hann á eitthvað hátt mun Grænland koma inn í myndina í Bandaríkjunum, og þetta náttúrulega þess vegna sem að áhuginn svo rosalega mikil bara utanfrá, frá útlöndum, og það líka að við erum náttúrulega búin að vera í svona ferli lengi núna, allavega 2,5 mánuði, það 3 mánuði þar sem að
við höfum ekki vitað í hvaða fót við eigum að stíga. En það gerir það verkum að þetta voru mikilvæga kosningar að senda ykkur skilaboð og mér finnst Grænlendingar meiri hluti Grænlendingar hafa sendt þessi skilaboð að það eru nýju breyttir tíma á leiðinni. Og þú horfir jákvæð fram á veginn? Já, ég jákvæð manneskja og náttúrulega vona bara til þess að við fáum bara stöðuleika. Þetta rosalegt verkefni sem liggur fyrir framan þessa nýju ríkisstjórn með öll þessi mál sem hafa verið á döfinni og sérstaklega þá núna gagnvart bæði Danmörku, ferli með Danmörku, ferli með Bandaríkin. Þetta er rosa stórt verkefni sem það er að fara að takast á við og sem betur fyrir formaðurinn, hann er ungur og efnilegur. Hann er með smá reynslu frá fyrir ríkisstjórninni sem að ég reyndar út af klopningi þar milli Siumut og Demókratunum í 2021 gerða verkum að við fórum með kosningar síðast fyrir tíma. Þannig að hann er með sína reynslu í ráðherrastól og svo framvegis. Já. Nú hvernig standa eins og bara réttindi jaðarhópa og annað svona með tilliti til þessar kosninga? Það nú kannski þegar það kosið svona stór atriði eins og hreinlega bara sjálfstæði þjóðarinnar, þá kannski, ímynda ég mér að þetta séu svona hlutir sem að falla á milli en ég hef séð og fylgst með mikilli kvenréttinda baráttu og baráttu mæðra meðal annars við kerfið og við Dani sem að hafa verið að taka þetta börn, greina þær með svona ósangjörnum hætti sem óhæfar mæður. Það er eitthvað svona rasískar rætur alveg langt aftur í tíma. Þú þekkir hvað ég er að tala um, þessi mál mæðranna? Já, réttindi jaðarhópa myndi ég segja með kosningunum í gær þá kemur líka skýrt fram að þeir sem eru alveg rosalega sterkir núna í þessum jaðarsvæðum og réttindum og eru í þessum minni byggðum sérstaklega í Norður-Grænlandi, að þessi flokkur sem vil Nalavaaq sem tiltölulega líka klofningur úr Siumut á sínum tíma, flokkur sem styður við bak við þessi litlu samfélög, litlu bæjarfélög og þar að leiðandi líka búin að vera að berja svolítið mikið fyrir decolonize hugsununum og koma því upp á yfirborðið og sérstaklega málefni sem varðar konur í Danmörku eða fjölskyldu vil ég segja í Danmörku sem liggja svolítið búin að vera að liggja undir svolítið svona kerfisbundnu sálfræðinga test sem gilda eiginlega ekki fyrir grænlensku menningu. Nei, og þar að leiðandi bara dæmt úr leik einhvern veginn af því að þeir eru ekki alveg eins og við og þau búa í Danmörku sem sagt. Og það er ekki tekið tillit til þess hvernig til dæmis maður tjáir sig á grænlensku, skilurðu. Það er öðruvís, við erum allt önnur menningarhópur svo að segja. Þannig að þetta verður náttúrulega eitthvað sem ég veit líka að demókratarnir sem unnu kosningarnar í gær líka eitthvað sem þeir og allir flokkarnir reyndar hafa verið að tjá sig upp á síðkastið. Þannig að það er allavega komin fókus á þetta og þetta er eitt af þeim málum sem maður ætlar að halda áfram að fylgja eftir í Danmörku og við dönsk yfirvöld og stjórnvöld og í þinginu þar. Og já, það er vona að þetta breytist en svo bara svona lokum það opnaði alþjóða flugvöllur, ekki rétt, stór núna bara á dögunum eða bara núna áramótin? 28. nóvember, já.
Já, lok nóvember, já. Og það var svona, já, það voru skiptar skoðanir veru þessa alþjóða flugvellar, svona í ljósi þess að já, það kæmi nú ákveðin átróðningur með túrisma, en svo voru nú aðri sem vildu meina það að þetta kæmi Grænlandi hreinlega svo litið á kortið og myndi svona hjálpa þeim að standa á eigin fótum. Hefurðu séð ykkur svona teikn á lofti annað hvort? Já, þetta náttúrulega bara grundvallar innviði sem komið á laggirnar hér í Nuuk og þetta var ákvörðun tekin alveg tilbaka í 2015 svona formlega og svo ferlið með fjárfestingarnar gerða verkum að þeir byrjuðu að byggja flugvöllin hérna í Nuuk 2018. Þetta náttúrulega til þess að betur bæta bara innviði fyrir landsmenn. Þetta ekki bara út af ferðamannastraumi eða þannig, en auðvitað leggur maður mörg ekki þennan bakka með að fá auknar tekjur frá ferðamannabransunum eins og Ísland búin að gera það. Og það sem setur svolítið náttúrulega mörg fyrir massatúrisma, og mikið inni sem hugsa sjálfbærni, það náttúrulega vöntun á gistingu og starfsfólki. Þannig að það setur svona náttúrulega mörk yfir hversu marga maður getur tekið inn í einu. En þessi fjárfesting hefur þegar sýnt sig með að við erum að fá flugvöll núna í Ilulissat næsta ári og minni flugvöll í Qaqortoq, að þetta líka maður spara tíma. Og það tíminn sem maður sparar sem kannski það sem margir hafa ekki verið að pæla í, að þetta rosalega stórt land að fljúga í og margar aflýsingar og fellt niður flug út af veðri hér og það. Þá ertu bara hreinlega stokk einhvers staðar in the middle of nowhere. Og það til að komast til móts við það líka að þessi flugvellir hafa verið byggðir. Þannig að já, þetta náttúrulega spennandi og við sjáum náttúrulega þegar þotur að lenda hérna úti á velli og ég vinn hérna bara rétt hjá, þannig að ég fer út og hleyp úti og ég sé einhverja þotur að koma frá einhver landi sem ég aldrei séð á þeir. Þetta er mjög spennandi. En þróunin í sjálfum sér þetta opnar Grænland á miklu annan hátt og áhugin bara orðin það rosa mikill líka og við sjáum það bara umfjöllun Grænland heim bara mjög mikill. Já, hún einmitt svolítið mikil og ég finna áhugi Íslendinga á Grænlandi og málefnu Grænlands hefur bara vaxið núna síðustu mánuði og ég ætla að sé ekki bara Trump hreinlega að þakka. Íslendingar eru þetta hræddir sig og sitt og svo frændur sína, svona vestar í hafi. Inga Dóra Guðmundsdóttir, þakka kærlega fyrir að svona, já, stikla á stóru þessar kosningar og við fáum að vera aftur í sambandi við því kannski þegar það hefur dreitið tíðinda svona í stjórnarmyndun og annað. Já, takk og það var svo lítið. Og dokið við, það meira hér handa við hlið. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.